Komið þið sæl, þá komið að þeim kafla þáttarins sem kallast reynsluboltar. Reynsluboltar án mín eru núna Kristín Ásgeirsdóttir, sagnfræðingur eða ekki, Jú. og fyrir þingkona, Bolli Heiðarsson hagfræðingur og Einar Kárason rithöfundur. Við erum öllu velkomin. Takk. Herðu, ég heyrði á ykkur frammi áður en við fórum inn, þá var svona verið að tala svolítið um viðbrögð útgerðarinnar við hækkun veiðigjalda. Þú ert búin að skrifa eitthvað um þetta líka, ekki? Jú, ég er stöðugt að minna á þetta. Þetta er náttúrulega búið að vera náttúrulega eitt af þessum málum sem að náttúrulega hefur klofið þjóðina í herða niður í 30 ár eða 30-40 ár. Og það er loksins núna að við sjáum eitthvað svona að það sé eitthvað að gerast þannig að þjóðin geti farið að búast við því að fá eitthvað í sinn hlut af því sem að hún á í fiskveiðiauðlindinni. En ég lít bara þetta sem fyrsta skref. Þetta getur ekki verið neitt, það er ekki þau skref sem verið að stíga núna. Það hlýtur að þurfa að koma eitthvað fljótlega í framhaldinu af þessu. Og þetta er náttúrulega leið til þess að reyna að ná einhverjum sáttum. Og ef það er einhver sem hefur náttúrulega talað um sátt í þessu samhengi, er náttúrulega útgerðin sjálf. Og vissulega er það rétt að hún þarf að fá frið til þess að starfa og í sínu umhverfi, en hún hefur aldrei boðið neitt fram. Hún hefur aldrei nokkuð tíman komið tilboð frá henni til þjóðarinnar hvað hún ætti að leggja mörkum til sameiginlegrar uppbyggingar samfélagsins og loksins þegar kemur ríkisstjórn þá náttúrulega sjáum við viðbrögðin, það er sko í fjölmiðlum sem að þeir ráða og það sem að þeir koma á framfæri og fara hamförum. En ég geti ef ég væri í LIU, þá myndi ég segja auðvitað hefur þjóðin fengið hag af útgerðinni. Já, sko, að því að útgerðing borgar skatt. Vissulega. Heldur upp í vinnu. Vissulega, eins og bara allur atvinnurekstur gerir. Jú. En það er engin atvinnurekstur sem fær sitt hráefni á silfurfati eða nánast ókeypis. En hvað áttu við, Bolli, með fyrsta skref, sko? Hvað finnst þér að ég að fylgja á eftir? Já, sko, annarkort fyrningarleiðin náttúrulega væri eitt, sko, en þetta, og þannig að þess vegna finnst mér þetta mjög gott eins og þetta er núna að það er verið í rauninni að velta upp sko þeirri aðferð sem að hefur verið beitt og það sýnir sig náttúrulega að þar er búið að vera nánast að skálda tölur inni til þess að halda þessu gjaldi sem lægstu og einhverju stíi held ég jafnvel að útgerðin átti sig á því að það sé aðra leiðir heppilegri heldur en akkurat þessi. Leikreglunir eru ömurlegar sko, bæði til þess fyrir áhafnir, fyrir hafnir og fyrir flera en sjómaður er fyrirverandi. Einar Kárason. Mér dettur í þessu sambandi að ég þekki mann sem á og rekur fiskvinnslu í Jótlandi. Býr til svona hágæða vöru úr norskum eldislaxi sem hann sendir skip til Noregs, kaupir það eldislaxin á 300 krónur kílóið og svo er þetta pakkað inn og reykt og allt það. Og hann, af því hann þekkir til á Íslandi, sagði mikið væri ég vel settur ef ég fengi þetta bara ókeypis eins og fiskvinnslutan á Íslandi. Þau senda bara sín skip eitthvað út á miðin fyrir utan og fá þetta bara frítt. Ég borga 300 kall fyrir einhvern einasta kíló sem ég þarf að vinna úr og selja. Akkúrat. Og og auðvitað er það þannig, maður stundum hugsa til þess að vegna þess að það er náttúrulega alveg skýrt að þessi auðlindir lands og sjávar eru þjóðareign. Þó að menn séu með endalausa hártoganir hvað það merki lagalega, þá skilja það allir. Þjóðin á þetta. Segjum myndu finnast verðmæti málmar einhvers staðar upp á hálendinu. Og og það yrði þá ákveðið að það væri einhver hópur manna sem mætti líklega skurðgröfur og vörubíla sem mætti bara gangi þetta ókeypis það sem eftir er og síðan þeirra erfingjar. Þannig er þetta með þetta. Þetta er okkar einhver stærsta auðlind, þetta er þjóðareign, en mönnum er afhent þetta nokkurn veginn ókeypis og silfurfati. Bara rétt skjótin í að því að Bolli var að nefna þetta með sættirnar. Ég hitti einn af okkar útgerðarmönnum, stóru og kvótakóngum, og við vorum bara að kjafta saman í svona samkvæmi. Og hann sagði eitthvað svona við mig, já, þú hefur nú verið að skrifa töluvert um þessu máli. Ég sagði að það væri rétt, ég hef mína skoðun á því og hann sagði, ég tel að við þurfum að ná sáttum um þetta. Það þarf bara að sætta þjóðina.
Ég segir algjörlega sammála því, hvernig sættir sér þú? Það var eins og fikið hans í hann og hann sagði, menn eiga bara að hætta þessu helvítis röfli. Já, við erum bara að ráða þessu. Já, en Vestmannaeyingur. Já, það er margt, ég er náttúrulega algjörlega sammála þessu, sko, að það á auðvitað að greiða fyrir afnot af auðlindinni og í raun og veru þá væri, sko, mjög fróðlegt að skoða betur þróunina. Sko, því að hérna upphaflega markmiði, sko, þegar farið að kvótasetja, sko, að menn orðnir óttaslegnir, sko, að fiskistofnarnir séu mikilli niðurleið og ef ég man rétt að þá var markmiðið að ná, sko, þorskveiðunum upp í minna verið 500.000 tonn, frekar 400.000. Það var annarkort. Og sko, þetta er svoleiðis langt frá því sem ég held að segja okkur, sko, að allavega þorskstofnin, sko, var orðin mjög tæpur. Þetta menn ekkert að ræða, sko, hver í raun og veru, sko, árangurinn af þessum, sko, verndaraðgerðum. Hafa þær, og eru aðri þættir sem spila þarna inn í, en þetta þetta og það var náttúrulega sérstaklega framsalið, sko, þetta hvernig hérna kvótinn bara helst, sko, innan fjölskyldna og innan fyrirtæki sem hafa gert, sko, sumt fólk, sko, alveg forríkt án þessa og þetta jú, ef að fólk selur kvótan sinn, sko, þá náttúrulega kemur einhver skattur. En jú, þetta er mjög erfitt og við sjáum það núna hvernig, sko, sjávarútvegurinn hleypur upp til hand og fóta og að framleiða þessar fallegu auglýsingar sem að fólk segir náttúrulega hvað við lifum á sjávarútveginum sem auðvitað er satt. En sko, gleymum svo ekki sko, laxeldin. Þar er verið að afhenda sko, aðgangað að sjónum, ekki sko fiskin en sjóin og hugsanlega þær afleiðingar sem það hefur í mengun og náttúrulega setja villta laxastofnin í stórhættu og svo framvegis. Það er alltaf einhvern veginn verið að æða áfram. En ég meina þetta var náttúrulega bara einkavæðing auðlindar. Þetta er ekkert annað. Mér fannst hérna, ég heyrði eða las, eitthvað sagði með Þingvelli, að ríkið á ekki Þingvelli, þjóðin á Þingvelli, og mjög segjulega þetta sama. Ríkið á ekki auðlindina, það er bara þjóðin sem á þetta. Já, sko, en þessar, sko, ég veit ekki hvað svona, hvað svona umræða, hverju hún skilar í rauninni vegna þess að þjóðin hefur ju kosið ríkisvaldið til þess að fara með það sem að hana varðar, þannig að mér finnst þetta svona í rauninni hártogun sem að, sko, í rauninni skiptir engum máli. En einmitt talandi þetta þegar þú varst að segja frá þessu, minnast af þessar auglýsingar sem við sjáum núna og það er eins og, sko, í rauninni að það gangi ekki neins staðar nema þessi sjávarútvegur til staðar og ekki ætla ég að gera lítið úr því hvað sjávarútvegur skiptir miklu máli og getur skipt miklu máli í einstökum plásum í kringum landið og þá er þetta náttúrulega lykilatvinnugrein. Það er engin spurning. En að þessir sömu aðilar, sko, séu að barma sér, við skulum bara minnast auglýsingana sem að voru hér, hvað var það, 2012 þegar við var að setja í rauninni fyrstu alvöru lögin veiðigjald. Það var ju flotanum siglt í land, það voru, sko, sjómennirnir voru dregnir upp að Alþingishúsinu, áttu náttúrulega ekki annar að kosta völ ef þeir vildu halda sínu plássi og svo byrtist var það ekki mynd af hérna einhverjum útgerðarmanni með hérna fjölskyldunni. Hvað er það að gera okkur? Hvað ætlar það að gera börnunum okkar? Heyrðu, þetta var 2012 og það hefur ekki sést önnur eins, sko, annar eins uppgangur í sjávarútvegi síðan. Þannig að, sko, við vitum hvað þetta er, sko, hvað þetta er í rauninni bara, þetta er bara áróður sem að ekkert er á bakvið, bara nákvæmlega það. Ríkisstjórnin þarf svolítið sterk bein til að standa þetta að sér. Algjörlega. Og bara Borgartún 35 er bara allt nýbúið. Það er allt logandi þar og það sem er náttúrulega hins vegar náttúrulega stóra og ég er alveg viss það ríkisstjórnin átta sig á að ef hún gefur eftir í þessu máli þá hefur hún mist alla tiltrú þjóðarinnar. Þannig að þetta er stór mál fyrir ríkisstjórnina líka að víkja hvergi frá því sem að hérna lagt hefur verið upp með. En það veit ekki hversu hún ætti að gera það. Hún hefur þingstyrkinn og allt sem til þar. Algjörlega. En það er svolítið merkilegt í þessari umræðu, sko, að nú allt í einu farið að tala fjölskyldufyrirtæki.
Sko, hvað eru mörg fjölskyldufyrirtæki eftir í sjávarútvegi? Er Samherja það fjölskyldufyrirtæki? Sem ánáttúrulega eignir sko aðild að mörgum stórfyrirtækjum. Það byrjaði náttúrulega sem fyrirtæki svona Akureyringa Jú, þryggja frænda bara. Já, en þessi fjölskyldufyrirtæki sem sko voru til dæmis þegar ég var að alast upp í Vestmannaeyjum, þá voru þetta allt meira og minna og þeir mynduðu náttúrulega svona sameiginlega eins og vinnslustöðuna, Ísfélagið fjölskylda átti þá bara einn bát eitthvað, það ekki verið eins og núna en núna eins og sé verið einmitt að rústa fjölskyldunum en það framundan eru mikil átök í þessu þeir alltaf ekki að spara neitt Nei en það úr nægu að spila þeir hafa nægan pening úr að spila til að vinna sínum máli framgang og það verður einskis látið og freistað. Nei. Og Mokkaræfillinn, hann fyllist að þessu? Já. Ég lesa hann á hverju móti, hann verður erfiðar eftir stjórnarskiptin. Þetta ekkert með áróður, meira sér fréttirnar á fyrstu og annari síðu. Þetta allt saman einhver áróður. Og þú veist, það verður að atast endalaust í svona vittleysis málum eins og með þessa tengdamömmu. Já. Sko fyrirverandi tengdamömmu. Já. Og hún með svo fossin í dag. Já. Hugsa ykkur, ég veit að hefði verið móðir mannsins. Já. Það kannski mátt ímynda sér að hún hefði eitthvað aðkoma að þessu eða kannski tengdamamma en fyrrverandi tengdamamma þá þetta bara að slettir eitthvað punktur svo eins og hún virðist líka að haldi það að fá viðtalja forsætisráðherra að væri bara að svipa og panta pizzu já mér var ekki svarað ég nú persónulega kunnur til dæmis Loga Einarsinni og við unnum nú saman, ég var á þingi í 3 mánuði og það eru ágætis kunningjar og ég sendi honum post út af allt öðru máli og sem svona leikur mér svolítið á hjarta og spurði hvort að ég get ekki náð kaffi með honum ykkur tíman og hann lofaði að það yrði ykkur tíma næstu viku og mánuðum, það væri náttúrulega alveg þétt skipuð dagskráin. Svo hringir ykkur kona sem að gefur ekki eins upp erindið og vill bara fá fund með forsætisráðherra núna. Og menntamálaráðherra mættu svo sem sitja að fundi. En ekki frétta hvað hann væri. Nei, mér finnst þetta. En hugsa ykkur eins og þetta, miðað við allar þær öryggisreglur sem búið að taka upp, þú lappar ekkert lengur inn. En svo að fara núna inn í Alþingishúsið eða þarna nýbygginguna, smiðjuna, það er bara leitarvélar og það náttúrulega verður að gæta öryggis, að halda það og bara fáið funda á nóinu og ég starfaði nú í stjórnarráðshúsinu með Steingrími Hermannsinni fyrir 30 árum. Þá voru bara miðvikudagar fyrir hádegi, það var bara opið hús og með skráðu sig bara og mættu og það var hægt að hringja og reyna að fá tíma fyrirfram en þú gast líka bara að labba þarna inn og ef það var laust tími þá fékkstu tíma. Þannig að þetta gjörsamlega breyttur heimur og einmitt ef að þú reynir að ná á meira að segja einhvern sem að þú þekkir vel til þá færðu þú kannski bara tíma eftir svona mánuði eða eitthvað svoleiðis. Þannig þetta er náttúrulega allt öðruvísi samfélag sem við búum í dag. Varð var við þegar ég var þingfréttamaður og það var gengið bara beint inn í þinghúsið að þá eru við vöru að sjáu við lobbyistina að koma. Menn sem voru að reka erindi fyrir kirkjuna. En núna til þess að þú ætlar að fara á pallana þú er að skilja eftir töskuna þína og yfirhöfn og það er bara mikla varúðar. Það var nú munur þegar við vorum í stúdentaráði og það var hægt að mæta þarna óðum við upp á pallana og Össur hélt ræðu. Akkúrat. Þá var því að raða sér þannig Össur var innstur og svo stíplaði fjöldin aðgangin að honum og hann hélt þetta þrumuræðu yfir. Þetta verið hönnuð En voruð þið saman í stúdentpólitíkinni? Já, við vorum. Bara öll þrjú held ég. Svipað leyti, Svipað tíma í háskólanum og þá gekk nú mikið á og það sem ég segi er eitt mesta og besta framlag okkar kynslóðar, það er Lánasjóður íslenskra námsmanna eins og hann var. Því miður hrættum að sé búið að
breyta honum þannig að hann sé nú ekki Þetta var náttúrulega, þetta voru dýrðar tímar hérna fyrstu árin vegna þess að þetta var hérna vaxtalust í verðbólgunni. Þú fyrst lánað kannski svona sem samsvaraði bíl og borgaði tilbaka sígarettupakka. Já, sko, það var búið áður en að við, sko, okkar barátta, sko, það í rauninni ívið eldra fólk heldur en við sem að fengum þetta með þessum hætti. Já, þetta var kynnslóðin sem búin að ráða, þú veist, kynnslóð Davís og Geirs Haarde og Halldórs Ásgríms og svona. Og þau fengu þetta bara frýtt. Þeir fengu þetta bara frýtt, nákvæmlega. 5% fastir vextir. Við vorum komið í alls konar dellu, ég man að það var einhvern veginn gengin kröfuganga undir slagorðinu fulla brúin umfram fjárþarfar á grundvelli ófalsas kostnaðarmats strax. Hvernig fer að muna þetta? Þú skrifar þetta sjálfur það? Nei, ég held að það er sami Össur. Þá var það þannig sko, það var metin fjárþörf og svo voru sko sumar tekjurnar dregnar frá og svo fékkstu 60% minnum við að hafa verið sko fyrst af því sem þá var eftir og við vorum alltaf sko að berjast í því að hækka þessa prósentu og svo var semst fallist á það að taka upp vexti. Verðtryggingu. Og það var í rauninni sko krafa stúdenta vegna þess að stúdentar áttuðu sig á því að það myndi aldrei sko ganga að ár eftir ár þyrfti að dæla peningum inn í þennan sjóð og þeir væru nánast gefnir stúdentum sem að höfðu notið þess áður á undan okkur heldur það þyrfti að verðtryggja lánin til okkar og það var gert og svona nokkur leyti kannski að kröfu stúdenta en að móti kom að endurgreiðslan hún var tekjutengt. Þannig að þeir sem að voru í hærri tekjum greiddu sín lán hraðar niður og þannig að þetta var bara, ég finnst þetta hafi verið svona gott dæmi bara jafnaðar mennsku sem að þarna réði ríkjum. Það gerðist borðið í... Það er náttúrulega ekki vafi sko að þetta gerði svo mörgum kleift sko að fara í framhaldsnám að það auðvitað bara gjörbreytti þeirri stöðu. Það er... Ég var á Rifsnesinu og Sandakli bróðu mínum og þar voru átök. Baldi skipstjóri, hann vildi að námsfólk hafa bara inni fyrir sér. Menntafólk, það er bara engin ríkisstuðningur eða lán, þeir eru bara að fara bara á vertiðar, bara að gera þetta bara. Og ég meina, Agli bróði listi ekkert á þetta hjá Balda skipstjóri og svo sagði hann amast hann við mentamenn, menn sem lifa á sníkjum. Ég ríkti aldamóta eimdi nenni, Baldi réði ríkjum. Þetta er gott. Já, það er svona til í þessu. Þetta er líka bara að tala, hann bara sagði þetta svona bara... Mjög oft sem að það er hægt að klára flókin debatt með einni góðri vísu. Já, það er það. En svo er ekki nóg með að útgerðin sé að verða vitlaus og svo er það forseti Bandaríkjanna, hann er að gera... Hann er að verða kolvitlaus. Já, hann er að gera bara öllum heiminum lífi leitt. Þetta er óskiljanlegt. Hann ekki upp 10 milljarða í kaupöllin okkar. Já, sko, þetta er náttúrulega svo galið að það standa, sko, menn náttúrulega bara sko, menn gátt ekki ímynda sér að nokkrum ditt í huga fara þessa leiði sem hann er að fara og sko það er svo erfitt að ráði hvaða hvatar liggja þarna baki, það er meira að segja þannig að er ekki Musk einhverju leyti búin að sko snúa baki við þessu allavega. Hann er að tapa svo greiðarlega. Akkúrat og ekki bara það heldur að halda sko að átta sig ekki á því að af hverju hafa Bandaríkjamenn notið þess að vera í ódýrum Nike skóm, af hverju hafa þeir notið þess að vera með ódýrar fatnað og annað slíkt. Það er náttúrulega vegna þess að það er verið að sauma þetta í löndum þar sem að fólkið sko má bara þakka fyrir að fá einhverja vinnu og sættir sig við afskaplega lág laun. Og vondar vinnustaður, alveg ömulegt. Já, sumstaðar er það þarf ekki og ég er ekki að mæl, ég er bara að segja, ég er bara að tala þarna það sem að þetta gerist með eðlilegum hætti og það er bara samið kjör sem eru og þó þau séu mannsæmandi á þeim stað, þá er það ekki kjör sem við myndum sætt okkur nokkuð tíma við. Og að halda að það sé hægt að fá Bandaríkjamenn bara verka fólk í Bandaríkjunum aftur inn í þessar verksmiðjur. Og hvað tekur það langan tíma bara að koma þeim á að fá Bandaríkjamenn aftur til þess að fara að sauma föt sem hafa verið saumið í Víetnam, Kambódíu og Mexíkó núna svo áratugum skipti eða búa til skó eða bara framleiða svona einhver farsíma eða eitthvað annað, að halda það sé hægt að fá fólk til þess að gera þetta á þeim launum
vinnu sem er krafa gerðum til handa verkafólki í Bandaríkjunum. Það bara útilokað að svo geti orðið. Ég var að taka hlusta fréttir áðan hérna bæði BBC og hérna CNN og þar kom fram sko að hérna viðskiptahallinn sko Kína Bandaríkin að Kínverjar flytja sko 3 sinnum meira inn til Bandaríkjana sko heldur en vörur keiftar af þeim bandaríska vörur í Kína, þannig þetta er mjög þarna mikill halli og þetta mikið í húfi sko fyrir Kínverja. Já, ég held að ég þyrfti að vera meiri hagfræðingur til þess að geta átta mig alveg á þessu en svona það sem að les til dæmis er það að þetta sé svo vanhugsað að það er búið að setja tolla á svokallaða íhluti í iðnaðarvarning, þess vegna bíla og hvað sem er símarnir og þegar þetta fer að bíta og fyrirtækin fara að lenda í vandræðum vegna þess að sko annarkvort þú eru að hækka verðið upp úr öllu valdi til þess að mæta þessum 80% tollum eða bara loka þá, sko, maður veit ekki alveg hvernig ástandi getur orðið í Bandaríkjunum, sko þegar þetta fer að virka almennilega. Já, sko, bílasmiðurnar, þær eru, sko, í Detroit, þær eru að byggja sína framleiðslu að stóran hluta á, sko, íhlutum frá Kanada, íhlutum frá Mexíkó. Já, Evrópu og Kína. Og þannig að í framtíðinni sko, þegar að hérna, þannig að, og auðvitað ef þeir eru alltaf að fá þessa íhluti áfram þaðan frá þessum löndum sem þeir þurfa að gera í 1-2 ár, áður en þeim tekst að hérna byrja að framleiða þetta allt innan Bandaríkjana, þá náttúrulega verður að borga þennan toll og þannig að sko verðbólga hlýtur að fara upp í hæstu hæðir í Bandaríkjunum á næstunni. Já, þá með miklum afleiðingu fyrir önnur ríki líka ekki. Jú. En það sem allavega er að gerast núna er að sko forstjórarnir, stóru forstjórarnir, sko þeir eru orðin alveg sko rasandi, sjá náttúrulega, og þeir eru mjög mikið í sá bara áðan, það var sá nú ekki hvað hann var, sko, það var með þess að vera vitni í Fox, sko, frétt á Fox. Sko Fox þegar snúa, sko, sem náttúrulega bara þeir náttúrulega bara sjá sinn business hrynja. Þannig að þetta... En hann hlýtur náttúrulega að vera með einhverja ráðgjafa sem að vita þetta, sko, þú veist, ef við vitum þetta hérna. En svo er líka... Sko, hann hlýtur að vera með eitthvað plan B. Það getur ekki hann að vera. Ég er ekki viss um það. Nei, það er nefnilega... Ég er viss um það, sko, það er margt búið að segja honum þetta, en hann bara hlustar ekki. Hann bara telur sig vita betur, sko. En það er annað þarna mjög merkilegt, sko, og það er náttúrulega þetta hvernig hann sko hefur hæstarétt í vasanum. Sko það eru dómarar að reyna sko að stöðva þarna eitt og annað. Það er náttúrulega þennan brottrekstur á fólki og nú vann hann það að þetta sé ekki ólöglegt. Það voru þessi mistök sem voru gerð þarna og það er fleira, sko, þarna eru komið mjög mikil átök, sko, við dómara sem eru, ég þekki nú ekki nóg vel, sko, til einhverju federal dómara og svo er Hæstiréttur og hann hefur svona frekar Hæstiréttur, sko, styðja hann, sko, í villusinni. Já, hann skipaði, sko... Svo er sumir sem segja, sko, hann er að fara í þetta tollastríða því að það er verið að fela, sko, allt það sem er verið að gera innan Bandaríkjanna. Sem eru handtökur og brottrekstur og þá að reka náttúrulega milljónir úr landi. Og hvaða áhrif hefur það á vinnumarkaðinn? Heldur betur. Svo ef að forsetinn er ákveðið deitt þá reynsla hans rak hann ekki eitthvað spilavíti sem fór á hausinn. Já, það er nú sagt að allt sem hann hefur komið nálægt hefur farið á hausinn. En það er aldrei talað um það, sko. Hann talar um það eins og hann sé, sko, allt hafi gengið svo vel hjá honum sem viðskipta mógúl, en það er bara ekki reyndin. Nei. Ég held meira að segja að hún hafi tekist að setja, sko, spilavíti á hausinn. Já. Og sjáu þetta fyrsti maðurinn sem að, sko, heimsækir hann, sko, erlendis frá Netanyahu. Það segir nú ansi mikla sögu, sko. Ástandið þar bara versnar. Hríðu versnar, þetta er alltaf bara... Þetta er alveg hryllingur. Það slæði þögn á okkur. Já. Á þau ósköp. Já, þetta er ömurlegt alveg. En hinn, Pútín, hvað segir þau, sko,
eitthvað frétt á honum? Já, það er svona harðar árásir á Úkraínu og Kívi gæri að fyrir dag. Jú. Þetta er sem sagt... Sko, það var nú, hvað var Trump búinn að segja ofta, það myndi taka sólarhringa ljúka stríðinu þegar hann er kosin forseti. Og sjálfsagt hafa ykkur kosið hann út á það, sko. En nú er þetta langur tími og það örlar ekki á því, sko. Og hann er að þykist vera að semja við ykkur að menn um hvað tímabundi vopnarlega og ykkur sviðum Pútín hlæraði. Já. Það er íkomilli vinað þar og Pútíns núna. Jú. Hann talaði eins og hann væri bara með hann í vasanum. En sko það var birt mjög merkilegt bréf sem að sko blaðamenn komast yfir sem Pútín sendi Trump. Það var Trump náttúrulega ekki forseti þegar hann gerði innrásina. Og hann sko ávarpa hann bara Dear Donald og skrifaði undir Vlad, það var undirskriftin. Og hann sagði sko að bara skýra þetta út af því við höfum talað saman um þetta. Þetta mun taka með nokkra daga, kannski viku, hálfa mánuð vegna þess að við munum teðjast svo mikið í fagnaðarlátum fólksins í landinu. Skrifaði hann, þetta var fyrst í, man ekki hvað, bresku blaði fagnandi Úkraínu menn myndu tefja fyrir. Já. Hann náttúrulega, sko, þannig var þessu stilt upp þegar hann tók Krímskagan og sem náttúrulega tók engan tíma og var bara, sko, hindrunarlaust. Hann hélt að myndi gera það saman restin af Úkraínu. Og það bara máliður dautt, en nú er stríðið búið stendið 3 ár, sko. Það sér ekki fyrir endan á. Nei. Og Úkraína eftir eiga mjög bátt lengi, það horfði svo mikið skarð í aldurspíramídan og bara eyðileggingin. Og svona hann búinn að leggja undir sig svona það sem eru kannski svona verðmætustu. Já, það sem var svona innvæðing, östustu héruðin. Já, sem er sennilega og hugsa ykkur sko þessir ætla að semja það við Úkraínum en við viljum fá þetta landsvæði Bandaríkin sko, við fá þetta landsvæði sko þetta er svo mikil ósvífni framlögið sem komið frá Bandaríkjónum á móti ætlum við að fá þetta land þannig að það rukka þau núna. Já, það er náttúrulega þetta sjónarmið að Trump er að reyna að reka Bandaríkin eins og fyrirtæki og það var þetta sjálfsagt sitt sjónarmið. Ég sá ykkur að mynda sem að teiknuð mynd náttúrulega í ykkur blaði, þá var það 1945, Truman eða Roosevelt að retta Churchill reikningin fyrir aðstofun í sinni sem slatta peningum. Þeir væru enn að borga ef svo væri sko. En þetta er vitskert veröld. Já, heldur betur. En í kvöld og annað kvöld að þá spilar handboltalandsliðið 2 leiki við Ísrael fyrir luktun dyrum í Hafnarfirði. Nú er það hérna fyrir því? Já, það er ekki ásvöldum. Já, ég held að það er ekki komið fram. Það er ekki komið fram, sko. Nei. Já, ég myndaði mig bara að því að... Nei. Já. Svoleiðis að... Þannig að það er enginn að rjúka hanga mín vegna sko til að mótmæla. Nei. Já, þessi haldi leyndum. Já. En hvað eigum að gera? Eigum að segja okkur úr keppnina þegar þurfum að mæta þeim eða hvað ég að gera? Ég hef svona skilning á því, þú veist að stelpurnar búin að vera að reyna að berjast áfram að reyna að komast á þessi mót og svo er svona þessi óheppni að lenda í riðli með Ísrael. Ég held að það verða ákveða þetta í sammenningu af þjóðunum Já, og ætlast til þess einstakir leikmenn við að banna stelpunum að spila og bara ná árangri í þessari keppni. Það væri afskoti hart. Svo væri mjög leiðilegt að ef svona leikir myndu fara í upplausn út af einhverjum skipulögum mótmælum Já, það er. Svo leiðis að og svo náttúrulega það eru margir mjög fúlir út í þessa ákvörðun ríkislögreglustjóra að hafa þetta lokað. En maður veit náttúrulega ekki hvaða upplýsingar hugsanlega hún hefur getað fengið. Einmitt. Við erum bara að treysta því að hún sé að breyta því. Já, viti hvað hún er að gera. En verður við ekki daginn að benda Ísrael á það að þeir eru ekki í Evrópu? Já, það er náttúrulega þetta sama vandamál og í Eurovision. Já, vísir Ástralíu komnir þar inn, en hvað það? Þetta er náttúrulega maður skilur þetta ekki alveg. Evrópu þjóð þegar þetta er stofnað, Já. Og þeir náttúrulega, þeim býðst ekkit að vera í neinum félagskap á sínu svæði
Öll ríkin í kring eiga það bara eru með það í stjórnarskránu að það eyða þessu ríki og reka þetta fólk í burtu. Svo lesa að því leyti hefur mann alltaf haft skilning af því, sko. Herri, hérna heim, það hérna í þinginu er svona smá líf, þeir hérna mjög þessu fjármálaáætlunina. Hefur hagfræðingur fylgst með því? Nei, sáralítið. Ég bara, maður sér þessar fyrirsagnir og lætur það í rauninni næja, sko. Það er ekki Ég held að þetta svona, ofta finnst manni þetta frekar ófrjóf umræða, sko. Mér finnst Daði Már, fjármálaráðherra, hann eiginlega setur svona hraðamet í þegar hann að svara fyrirspurnum. Hann ekkert orðaklegur, það bara strax niður stólum aftur, sko. Það ágætis að fyrir. Ekki þessi fjármálaáætlun svolítið ámetin? Hún nú endurskoða hverju ári. Þetta ekki fjárlög, sko. Nei, þetta bara svona verið að gefa til kynna hvað á að gera, sko. Já, og þetta upplaup stjórnarandstöðunum að vanti gögn og svona, ég bara hef ekki trú á að það sé það sé eitthvað raunverulegt þar á baki. Þetta bara, ég held að stjórnarandstöðan, hún bara að gíra sig upp í málþóf í rauninni öllu sem að mun koma frá þessar ríkisstjórn. Mér finnst eitt merkilegt við það að sko, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins alveg mest í málþófinu. Mér finnst sko, þingflokksformaðurna eigi ekki að vera í þessu hlutverki, bara sem mjög fátítt að Nei, og maður nú svona maður batt nú einhverja vonir við það að til dæmis með því að það veri kannski yngra lið komið inn á þing að það ætlaði sér ekki þetta gamla málþóf sem að maður búin að sjá þessa kalla standa í svo í rauninni árum skipti. Hvað ætla til dæmis eins og hún forseta frambjóðandi Halla Hrund, ætlar hún að standa í málþófi? Jón Pétur Símsen, ungur og nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ætlar hann að standa í málþófi? Sko það í rauninni og kannski gildir það sama með mitt Hildi sem þarna formaður þingflokksins. Maður hefði bara haldið að svona með nýju fólki þá væri bara einhverju leyti þessir gömlu taktar lagðir að baki. Nei, það virðist vera eins og það eigi að halda þessu áfram og það náttúrulega vitað að hér ríkisstjórn með drjúgan meirihluta sem að getur komið þessum málum í gegn, en samt. Maður trúir þessu á miðflokkin, maður trúir þessu svo sem á framsóknarflokkin nema kannski einhverja einstaklinga þar inn á milli. Maður trúir þessu á Sjálfstæðisflokkin nema kannski einhverja einstaklinga þar innanum, en þetta rauninni dapurt að þurfa að horfa upp á þetta í þinginu. Svo í guðmu nú að því aftur, þá var ég datt ég inn sem var að þingmaður 3 mánuði árið 2019 í forföllum fyrir Ágúst Ólaf og þetta bara í þingbyrjun eftir áramótin. Og ég kem inn og skrifa undir þingskaparheitið og heilsa fólki og svolítið svona hátíðlegur yfir þessu, en þá brestur alveg leið á með 5 sólarhringa málþóf miðflokksins á móti orkupakkan, 3. orkupakkan. Ég kem inn og það bara sagði, það málþóf, það bara allir létu sig hverfa, en kíkt á sjónvarpið kannski öðru hverju til að vita hvort það væri þarna ennþá. En ég náttúrulega sem glænýr maður og allt í nú komið á þingmannslaun sem svona svolítið ólítið sem var bara á að venjast í bókmenntabransanum. Ég fann til ykkur að skildu að hanga yfir þessu. En svo var á 3. degi eitthvað svoleiðis, þá voru þeir farnir að segja, þingmönnum hefði nú verið næra að hlýða okkar mál, þeir endur tóku alltaf það sama aftur og kom í ansvara sjálfum en vísu í það, þá þó einn maður sem ég sagði að sinni að hlusta á þetta og það var bent að vísa á mig svo þess að mér fannst nú ekki annað hægt en að koma upp í andsvar svo þess að ég kom upp og svo það bara þakka fyrir, það tekið eftir þessu ég bara talið það skildum mín að vera vegna þess að ég var bara nýbyrjaður og eftir því að venjast að maður væri í vinnunni en það rétt, ég búin að hlusta á þetta 3 sólarhringa, það eitt sem að mér finnst vanta, ég skil ekki hvað þið eru að tala sagði ég. Og ef þið getur nú skýrt það fyrir mér, ég man ekki hver það var, ég held að það var Sigurður
Hann kom upp og eftir og segi, já, þetta anskoti góð spurning. Hvað snýst þetta? Ég verð bara játa, ég ekki klárað því sjálfur. Sigurður Páll ágætis kall. Já, fínt, sko. Og þá hefur þú í rauninni, en með því að koma upp, þá varst þú kannski sko búin að gefa þeim færi á að halda málþófun áfram. Það þurft að svara þér. Já. En sko, af hverju þarf þjóðin að horfa upp á svona lag? Af hverju, sko, ekki, erum við ekki komið lengra en þetta? Nú ég að viðurkenna að ég náttúrulega tók þátt í svona málþófi og sko, þetta er auðvitað aðferð sko, til þess að vekja athygli á málum og til þess að náttúrulega reyna að stöðva eitthvað sem að manni finnst vera bara alveg ómögulegt og svo það auðvitað alltaf matsatriði sko, hvað hérna en það auðvitað hægt að ganga allt og langt. Eitt að sko, koma rækilega til skila einhverjum sjónarmiðum sko, og annað að sko, standa þarna sólarhringum saman. Já. Karl Gauti Hjaltarsson, hann var með einhverja bók, eitthvað dráttarbrautur Íslandi, eitthvað sem las úr tilskipti, sko, í þessu sínum eins og mátti. Ótrúlegt að mönnum þið geta fyndið. Þetta sé bara í lagi að vera svona, sko, á vinnustað sem á að vera, sko, hluti af helgustu víum þjóðar. Það er nú til svona hetjusögur þetta eins og þegar að var lagt niður verkamannabústaði kerfið, þá var Jóhanna sig í pontu í 15 klukkutíma. Men það var alveg statement. Mál sem var virkilega þar sem var náttúrulega verið að gera þvílík mistök sem að við nú sopið seiðið af síðan. En það komst til skila og mátt gera það á skemmri tíma en ég hef ekki séð. Mér finnst eins og Sjálfstæðisflokkurinn sé svona ekkert búin að jafna þessu á sig formannskjörið. Það var stutt á milli þeirra í kosningunum og að þetta sé svona erfitt þarna. Enginn sem tekur alveg af skarið. Bjarni ekki lengur en ég held að muni mest Birgi Ármannsson. Hann hafi verið svona skipulagður maður og kurteis alltaf. Jú. Ég held að muni mest hann. Ég hitt hann í fermingarveislu helgina, ég ætla að spyrja hann að því. Talandi flokka, drætti innan flokka, það tengist nú þessu húsi maður hefur fylgst með þessari heiftúlegu umræðu sem milli manna í sósíalistaflokknum. Og sko, það er svolítið merkilegt að í þessum svona parti á svona pólitíska litrófinu þá er eins og það verður miklu meiri heift þegar meðal samherja í hreyfingunni ef eitthvað skerst í odda. Ég meina, þú veist, það er náttúrulega flokkadrættir og deilur innan allra flokka, en það er ekki, þú veist, þetta orðbragð og svona þessi svona illindi. Mér er hugsað til þess hvort þetta sé einhvern veginn í svona DNA bara, sko, róttækustu vinstri-hreyfingarinnar, kommunista, vinstri-sósíalista. Því að svona var þetta líka, sko, ég var nú viðriðin dálítið vilda vinstri hér á sínum tíma, sem svo var kallað, fylkingun og það, trotskíistana. Þá var annar armur sem var kallað Marx-Leninistanir, ML-hreyfingin, sem var til víða á lönd. Þetta voru marxistar-leninistar kölluðu þessu, þetta voru svona menn sem aðhylltust mikið Mao og jafnvel Stalin. Og þetta var örlítil fraksjón á Íslandi. Ég held að við einu sinni boðið fram og fengið 119 atkvæði, hvað svoleiðis. Svoleiðis að þetta er bara pínulítið deild, en tíma var þetta klofið í 3 hreyfingar. Það var KSML upphaflega, Kommunista-samtökin Marxistar-Leninistanir, KSML B og EIK-ML. Og mikil heift á milli og sem sagt hugmyndafræðilegur ágreiningur virtist ekki blasa við, en það var algjörð illindi. Og það er eitt, þegar ég var að rifja þetta upp með sjálfum mér, þá myndi ég það að foringi KSML-B, sem þú veist nú vera alróttakastur og gáði blaðið Öreigan, það var Gústaf Adolf Skúlason. Nú er hann orðinn algjörlega á hægri kantinum, skrifar og bloggar töluvert og er ofta útvarpi sögu, hann alltaf aðhyllist Trump og Putin og hann var rekið það. Já, gott ef ekki. Jú. En
en sem sagt, hann bara þar, sko, og Orbán og Le Pen og svona, hans fólk núna. En það merkilega að ég sé ekki að hann hafi skipt skoðun á nokkrum einasta hlut síðan hann var vinstrisósíalisti. Það alveg sama jargoða. Það hatast út í sko, Evrópusambandið og NATO og alveg alla félagshyggju. Já. Svo lesa. Átökinu innan hús náttúrulega alveg hvimleið, sko. Það það versta sem að gerist í hreyfingum. Og þegar þú rifja þetta upp að þessi fraksjón þarna, man ekki hver þeirra það var, sko, það ætlaði nú að leggja undir sér rauðsokkarhreyfinguna á þessum tíma þegar ég var þar. Það ekki Eikin? Jú, það var Eikin, jú. Hlín Agnars og fleiri þarna sem og það voru alveg sko heftarleg rifrildi. Og það var náttúrulega það hvað að vera borgaralegt og hvað ekki borgaralegt og svona í feminismannum og hverju réttar áherslur og allt þetta var heftarlega deilur. Nei, ég ætla að bæta bara að Gunnar Smár náttúrulega bróður minn en ég veit að það verið að bera á hann mjög rangarsakir og það væri hvorki samstöðni sósíalistaflokkur ef hann hefði ekki startað svolítið. Það er annar mál. Já. Það bara svo, ég vil halda ekki til haga. En heyrðu, stjórnarandstaðan, núna þegar að var komið að Ingu Sæland að tala fyrir sitt ráðuneyti fjármálaáætlunina, þá gekk stjórnarandstaðan öll úr þingsalnum. Sko, þetta ekki bara partur af þessu málþófi, þetta ekki bara upptakturinn af því hvernig stjórnarandstaðan ætlar að hegða sér í vetur eða það sem eftir lifir þingsins. Ég held að það hafi verið engir málefnalegir þau málefni sem voru færð fram sem ástæðan fyrir þessu höfðu ekki það var ekki grundvöllur á bakviði. En það kom á daginn, held ég að það var búið að kippa þessu í liðin eða hverju það sem þurfti. Bara mjög fljótlega á eftir. Þannig að ég finnst þetta er þessi sýndarmennska sem í rauninni, sem að gefa mér ekkert annað til kynna annað en það að fólki hafi ekkert fram að færa. Nei, bara æpir hátt. Já. Þetta nú farið algjörlega fram hjá mér, en þetta er mjög furðulegt. Já, ég las ykkur staðar, ég ætla ekki að þykjast hafa kynnt mér þetta í þaula, að sem sagt, það fylgdi ekki með ykkur fylgigögn með þessari fjármálaáætlun. Já. Og stjórnarandstaðan reið og gekk út vegna þess að þau fylgdi ekki með. Já, umræðinu var frestað. En málið sagði mér svo ykkur að stóð ykkur staðar, eða ykkur sagði, þetta er bara arfur frá síðustu fjármálaáætlun síðustu ríkisstjórnar og þetta er bara orðrétt þaðan og þá fylgdu heldur ekki þessi gögn með. Og núna eru framsóknarmenn og sjálfstæðismenn alveg æfa reiðir yfir því að gögnin sem þeir vildi ekki leggja fram, þau ekki núna lögð fram. Mér finnst svolítið róttækt, hún hélt ræðuna, ég er búin að lesa ræðuna hennar, hún hélt ræðuna, en mér finnst svolítið gróft að ganga út úr þingsal. Já, það er það. Já, gagnvart henni, akkur bara gagnvart henni. Já, eða ríkisstjórnin, já, hún kannski, það náttúrulega þeir eru náttúrulega hörðust andstæðingar ríkisstjórnin að reyna að höggva sem mest í flokksins. Já. Það er líka, hægri vængum finnst svo mikil svik að hún skildi fara þangað þeir hefði hana með sér. En það sagði hún ekkert að hún var Le Pen Íslands. Já, hún er búin að segja ýmislegt, en hún er hamingjusöm í ríkisstjórninni. Hún var hún er að ná bara ýmsu því fram sem að hún lagði upp með. Þannig að ég held að afreksmanneskja stofna hennar flokk sinna og ná þessum árangur. Þar síðasta sunnudag var hún gestur okkar bræðra hérna og hún var svo glöð og hún talaði þá um það, ég má ekki segja ykkur hvað, en á morgun, það er sem sagt mánudaginn hann eftir, að þá kemur það í ljós. Og þá var það hún fékk eitthvað 10,4 milljarð eitthvað flis inn í téru eða örorku og ellilífeyri. Og svo þegar þær kynntu þetta, þá sagði Kristrún ef að Inga og Flokkur fólksins væri ekki í ríkisstjórninni, þá væri þetta mál ekkert komið í gegn. Þannig að hún var svona að gefa henni svona kredit fyrir þetta. Sjálfsagt. Nei, þetta er auðvitað valdabarátta og náttúrulega Sjálfstæðisflokknum finnst að hann eigi bara að vera alltaf í stjórn. Skiliði lyklunum, það náttúrulega stóð upp úr formanninum
þegar hann hafði ekki verið þegar flokkurinn hafði ekki verið í ríkisstjórn í einhverja 4 eða 5 mánuði eitthvað svona. Já, þetta var eftir hrunið, það var eftir þetta er bara sjónarmiðið innan þess flokks. Reyga þetta. Já. Svo leggur sig. En sjálfstæðisflokkinni Bjarni, það lítið fjallað hann, nema núna er að koma upp aftur umræða hvalveiðileyfið hans sem til 5 ára sem endur nýjast hverju ári. Sem aldrei skildi verið hafa. Já, það er að rifja upp svona einhver mál svona sem að... Já. En úr því að Bjarni er hættur, þá kannski eðlilegt að hann fá nú að vera í friði, kallinn, sko. Hann er verið í atvinnu hans lengi. Já. En þegar það styttist í hvalveiðivertíð og svona. Já, það er eðlilegt. Þetta er mikið spurning, sko. Já. Og núna eru menn, ykkur eru að geta sig þess til að sko, hnúfubakkurinn sé étandi upp loðnuna við miðin. Þetta merkir þetta þessi hnúfubakkur, hann er bara nýlega kominn á Íslandsmið. Vegna þess að þegar Friðrik Þór var að gera myndina Skitturnar, við skrifum saman handritið, þá sem sagt átti að vera svona skot af hval í sjónum og hann keypti svoleiðis skot, held ég, af einhverju kanadísku fyrirtæki sem á svoleiðis og selur og vandamálið þetta var hnúfubakkur og það sögðu okkur, sko, það er aldrei sést hnúfubakkur á Íslandsmiðum. Þetta er ekki íslenskur hvalur. En svo hafa orðið ykkur skonar þannig kannski fjölgun á honum og þannig visskeðursbreytingar að núna er hann allan sjó. Ég finn nú stundum með vinum mínum og út á svona ribbát og það er alveg mjög gjarnan sem við sjáum þessar tígulegu skepnum með þessi miklu bæksli, hnúfubakkin, út allan sjó. Þannig að það er ýmislegt. Svo heyrði ég nú, það var gott ef það ekki bara á þessari stöðu viðtal við Jón Kristjánsson. Já, trúlega, fiskifræðing sem er lengi búin að svona vera hrópandi niðurmörkinni. Já, svona verið alltaf vítt út á borðinu. Jú. Og einhvern veginn finnst manni stundum eins og það mætti nú prófa að hlusta á hann því að þetta er ekki alltaf virka, sko, sem er verið að gera í sambandi við uppbyggingu fiskstofnanna. Hann segir að hrygningarstofninn sé af þessum helstu nytjastofnum sé hafður alltof stór sem þýði að sko smáfiskur komist ekki upp. Þrýstöki. Já, en það var það er ekki langt síðan að ég var að tala við útgerðarmann sem og er með góða fiskvinnslu. Þá var hann að segja að þorskurinn, hann væri svo grannur að það væri núna, sko, eðlilegt væri að hausinn væri svona 13% af öllu, en það er komið 16-17% sko, sem hausinn viktar. Og að þá sé flökin orðið svo þunn að það er eins og það sé keppnum æti. Já. Eitthvað á að skýra þetta að þessi breyting verður á fiskinum. Þetta er náttúrulega það sem að þú byrjaði nú kannski á að segja sko að það var náttúrulega komin sú staða að við erum nógu gömul til þess að muna eftir þegar stóð í blöðunum svarta skýrslan og svo var nú lengi í mörg ára og eftir talaði þessa svörtu skýrslu. 83 kemur hún. Já, hún kemur þá og það er svona í framhald af því er kvótakerfinu komið á og það er náttúrulega alveg ljóst, sko, það var náttúrulega löngu orðið ljóst að það þurfti að það varð náttúrulega með einhverjum hætti að takmarka, það varð að gefa út einhver veiðileyfi og þannig að því leitinu náttúrulega var kvótakerfið alveg rökrétt leið á þessum tíma. Jú, kvótakerfið er alveg rökrétt en svo er það bara hvernig því var útdeilt veiðileyfunum, sko, það er rauninni gefa engarleyfi, það er það sem er það er rauninni það sem að sko við erum enn að tala um í dag en ég held að það er engin, ég held að það sé langflesti sammála um það þurfti með einum eða öðrum hætti að takmarka veiðarnar og gefa út veiðileyfin og það vill svo til að þau heita kvótar en þau voru bara afhent samkvæmt aðferðum sem að voru ekki boðlegar á þeim tíma og hafi ekki náttúrulega verið ekki boðlegar enn þann dag í dag hvernig veiðileyfin eru afhent. Þetta var miðað við sko 3 ára veiðireynslu en svo ég var að sjá þegar þetta var, ég bjó vestur í Ólafsvík og ég man eftir fundin sem Halldór Ásgrímsson boðaði þarna, þetta var alveg ótrúlega mikill fundur og bálreiðir útgerðarmenn
En þá eru kannski sumir sem hefur lent í að það fyrir vélaskipti eða eitthvað, eða skiptum bát og gerði ekki út í hálft ára, en þetta er alls ekki svona mál sem komu upp og það var svolítið, sko, erfitt að segja þeim að þeir sem sagt höfðu ekki sömu viðmiðin. Nei. En þetta var, en ég verður að segja, ég dáðist að Halldóri þá þegar hann stóð upp á sviðinu fyrir framan alla þessa kalla og hann sagði, Haraldur, þú fiskaðir, hann bara, viðstu, hann var svo klár á þessu, hver hafði fiskað og þekkti bátar með nöfnum og kallana, hann hafði sko lært heimann, það var alveg á tæru, sko. Þannig að þeir komist ekkert með hann, sko. Já. Nei, en maður segja bara helvítis, sko. En þetta gleymist alltaf oft, sko, það er sagt, sko, þetta kvótakerfi og allt ónýtt og allt svoleiðis, sko, það er ekki máli. Kvótakerfið er bara ein leið til þess að útdeila veiðileyfum, en það að þjóðin skuli síðan ekki fá neitt fyrir sinn snúð eða lágmarksfjárhæði fyrir sinn snúð, það er stóra málið. Það sem sko, þjóðin fær frá útgerðinni núna, það er sem Hafró og það allt kostar sko, kringu þá. Já, tæplega það. Ekki upp í landhelgisgæsluna. Nei, tæplega það. Þannig og ég meina og því skildi ekki þjóðin bara fá það sem að í rauninni kannski hæst bjóðendur meðal útvegsmann reiðbúnir til þess að borga fyrir þetta. Smábátasjómenn reiðbúnir að borga 150 krónur á kílóið, 100 krónur á kílóið, fiskvinnslustöðvar án kvóta, þeir eru reiðbúnir að borga 150 krónur fyrir kílóið, en útgerðamenn í dag þurfu ekki að borga á árinu 2025 nema 27 krónur fyrir kílóið af því sem, og það er veiðigjaldið sem að þeir greiði ríkissjóð, en samt eru þarna aðilar sko fullkomlega færir að gera út sem að eru sko reiðbúnir að borga margfalt það verð sem að útgerðin borgar í dag. Eftirminnilegast í þessari umræðu er þegar var einhvern tíma viðtal við Guðmund heitinn Kernesteð, hetjur og landhelgisdeilunni, þá var hann löngu komin í land og svona, hann sagði, ég veit ekki ekkur við vorum að slást fyrir þessu, við vorum að berjast fyrir því að þjóðin eignaðist þessi fiskimið, en svo verður þetta bara gefið örfá á mönnum. Já. Þetta er svona í nótskur. Þetta er makalaus. Er ekki að ræða svolítið um menninguna? Jú, gerum það. Við erum eitthvað til. Hvar erum við í menningunni? Það er svolítið blómstrandi menning á Íslandi, það er barna menningarhátíð í gangi, ég reyndar ekkert séð að því ennþá og leikhúsin svoleiðis alveg miklu, og hvað er að fyrir þetta bóka? Það er nú að byrja bókmenntahátíð eftir páska. Hvað er spennandi þar? Sko, ég er nú hættur í stjórninni, ég var það í 30 ár frá upphafi og til 2015, svo þess að ég treysti mér ekki alveg til að segja að þetta er mikið af mjög fínum erlendum höfundum eins og alltaf sem eru að koma og svo náttúrulega mikið af okkar fólki og svo er hún komið með svo mikið sko status sem sagt bara í svona evrósku menningarlífi að það kom alltaf mikið af útgefendum og bókmenntablaðamönnum á þessar samkomur. Svo leys að þetta er mjög spennandi. Ef ég hefði verið búin að kynna mér þetta betur ef ég hefði að reikna með þetta bærist þar. En ég bara, það er bókmenntahátíð.is. Já. Ég veit þú kemur hérna, og ef ég myndi nú hvað hún heitir hérna, írski höfundurinn. Það er búið að þýða 2 bækur eftir hana. Ég hefði líka átt að undirbúa mig. Það er hérna, það er bók, sko, fyrri bókin er um hérna nunnuklaustrin þarna sem að sko þessum stúlkurnar voru vistaðar og börnin tekin af þeim og það er alveg hryllileg saga á Írlandi. Þetta er alveg frábær bók og það er búið að þýða 2 bækur eftir hana. En það er svo eina sem ég hef svona tekið eftir sko. Já. Þetta er náttúrulega rosalega alltaf skemmtilegt sko. Og svo er þýtt sko, það sem er svo gott við er að þá taka menn til og þýða bækur eftir þessa höfunda. Jú. En þessi bókmenntahátíð, það er eins og þegar Kurt Vonnegut kom og Kundera, hann hefur kannski komið óhátt þessu en akkurat. Sko, það var önnur hátíðin var 87 og þá voru við svona yngri menni þeir stofnuðu utan og eldri menni eins og Tór og Einar Bragi og Knút Öðegård. Svo komum við þarna yngri menn inn og tók með þetta yfir til þetta 87 hátíðina og hún var bara alþjóðleg fenómen. Það voru sko höfundar í fremstu víglínu í heiminum.
Það kom Kurt Vonnegut, Isabel Allende, Faye Weldon, Alan Robb Grieg og það komu, þetta bara spurðist út og það komu sko fljúandinn á hátíðina erlendir sko kultúrblaðamenn þessu bara, þú veist, að hitta allt þetta lið á einu stað sko. Við náttúrulega nutum þess svolítið. Við nutum þess svolítið sko þegar við vorum að bjóða því við fengum sko fólk sem nennti helst ekki að fara að svona það sem Amerikanar kalla bucket list sko, þú ert eftir að fara til Íslands og eins og ykkur sagði sko, mér var boðið líka á bókmenntahátíð í Bremen núna í haust, ég er búin að vera í Köln, ég er búin að vera í München og ég er búin að vera í Hamburg og það er ekkert exotískt við það sko, en ég var til í að koma til Íslands því að hingað þeim alltaf langað til að koma. En hérna, er á sama tíma veitt hérna velun Halldórs Laxness? Já, sem I.M. McEwan fekk fyrir, í fyrra eða hitti fyrir eitthvað. Nei, það var Salman Rushdie í fyrra. Já, einmitt. Já. Og það hefur verið spurst út hverjir. Já, það var Rushdie í fyrra, alveg rétt, já. Og I.M. McEwan þar alveg rétt. En svo eru þið svona dökka hliðar líka núna. Nú eru bara tónlistarskólarnir, allir að segja bara pass, við getum þetta ekki lengur. Já, því miður. Og kvikmyndaskólinn og kvikmyndaskólinn hræðilegt slys og vitleysa þannig að þetta vanfjármagnaði ríki okkar bara svona það er víða partur af innviða skuldinni sem hefur safnast upp núna í langan tíma en það má samt ekki útgerðin má samt ekki borga meira mati stjórnaraðstöðunar við hrátum hérna í síðustu viku og þá var Kristi Sigmundsson svona meðal okkar sko. Og það var einmitt þetta, sko, og hann þuldi upp marg nöfn á Íslendingu sem að gera það mjög gott eftir námi í tónlistarskólum minna heima. Það er alveg ótrúlegt hvað við eigum mikið af músíköndum og listamönnum í bara fremstu röð alþjóðlega, sko. Það er grunnurinn, sko, og það er þessi tónlistarskólar út allt land. Sem að hérna og það sem fólk veit ekki, ég veit ekki hvernig staðan er núna en það var svo mikið að þessu Austur-Evrópu fólki sem að sko þarna upp úr 90 og þegar allt hrundi og fólk átti svo erfitt symfóníuhljómsveitir voru lagðar niður og náttúrulega allt í fári að það var töluvert að í Austur-Evrópu já, Austur-Evrópu fólki sko sem kom hingað og hefur unnið hérna bara þrekvirki sko. Ég kom einhvern tíma, það var 90 eitthvað þá var einhver bókmenntadag á Vopnafirði ég var það meðal annars með Jónasi heitnum Árnasyni og hann ákvað að syngja nokkur lög og spurði ekki einhver undirleikari þá kom í ljós að þetta var einhver sko músíkdoktor og hámenntaður organist í kirkjunni frá Ungverjalandi eða Tékkó sem að settist bara við hljóðfærið og Jónas var svona tundum að detta út sko ruglast á textanum og hélt á ræðu þá hélt hinn bara sko sjó allan tíma þetta var bara ævintýralegt að hlusta á það var víð út úr land voru svona menn sem að og er enn held ég en það er náttúrulega þessi lönd náttúrulega búin að rétta svo kútnum sko fólk hefur skotið rótum hérna en þetta þarna ef fyrir sem horfið þá erum við að missa frá okkur hans sem merkilega hluti heldur betur því margt að þessu fólki hefur verið þannig að það hefur borgað mikið tilbaka fullt af góðu fólki. Herðu, en hvað hérna litla Ísland í svona vísara veröld? Eða enda á svona leiðindum? Eru næstu nágranna Grænlands? Nú hefur ekki verið minnst á Grænlandi í nokkra daga. Nú veit maður ekki hvað er verið að hugsa í Washington. Nei, hann hefur verið upptekið við tollana. Já. Eða þá bara að leyfa því að hvíla bara. Maður veit ekki hvað verður með Grænland. Þetta er náttúrulega ansi snúin staða vegna þess að Danir náttúrulega tala þetta sem dálítið svona það sem verið að ganga á þeirra hlut en það er náttúrulega svo mikið sko þeir hafa ekkert alltaf góða málstað að verja sko. Þeir eru ekki með hreina samvisku. Nei, og Grænland einhvern veginn svona bara vegna þess að ríkjasambands við Noreg á sínum tíma einhvern veginn verður eftir hjá Dönum eins og Ísland og eins og Ísland sko og svoleiðis að svo segja menn Grænlendinga verið ákveða þetta þá verður náttúrulega virða það sem þeir ákveða
Já, og ef asni glyfjaðar á gulli kemst yfir alla borgarmúra, þá veit maður ekki hvort að sama gæti gilt, sko, ef að Bandaríkjamenn fara að bjóða Grænlendingum eitthvað verulegt. Já, auðvitað þeirra ráðu þessu. Já. sjálfsögðu. Já, heyrðu, við erum búin að sitja í klukkutíma. Já. Það var svona uppalað takmarki mitt og við höfum náð því. Heyrðu, Kristín Bolli og Einar, þakka ykkur mikið fyrir að vera hérna. Og hér og eftir kemur eitthvað annað, ég veit bara ekki hvað verður, en það verður örugglega ágætt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is